Þetta eru myndir sem við klipptum saman af svona vestförnu húsunum í miðbænum. Það hefur verið mikil umræða um miðbæinn. Þórður Magnússon, stjórnarmaður í Torfusamtökunum, menn eru að hneykslast á miðbænum og það er hroðalegt að sjá hvernig það er jafnvel heilar húsalengjur sem standa þarna auðar og niðurnýttar. Það er veggjakrot og almenn óvirðing í umgengni, finnst manni. Og svona spurning er, hvernig skilgreinur þetta ástand? Hver er skýringin á þessu? Þessi ólánsömu hús sem við erum að sjá núna í fjölmiðlum og þessi hús sem vorum að sjá akkurat núna, þetta er flest alltaf sama reitnumanna við svokallar hljómannleitareitur. Þetta er í rauninni bara toppurinn á ísjakanum að því sem er í pípunum. Athafnamenn er í rauninni búin að vera að fjárfesta út allan bæ með niðri við huga og oft án tillits til þess hvort það sé leyfilegt í rauninni að rífa húsin eða ekki, samkvæmt deiliskipulagi. Og þetta er ekki eitthvað ástand sem áttur að ganga yfir á örfáum árum. Í skuggahverfinu þá er þetta ástand búið að vara í 20 ár og það sér ekkert fyrir endan á því þar. Nei. Og nú er búið að færa vígvöllin yfir í Austurbæinn, yfir í Þingholtin, yfir í Vesturbæinn og eins og ég segi, þetta er ástand sem er komið til að vera nema komið þá til einhver bara alhliða endurskoðun. Húsin eru keypt og þau látum drabbast niður með það fyrir augum að það verði þetta rífa þau síðan og byggja. Já. Og menn eru alveg þolinmæður. Menn geta alveg látið hús drabbast niður í 10, 15, 20 ár ef frekar heldur en að fara að selja það á lægra verði, sko. En lauslega athugun hjá okkur leiddi í ljós að það eru það bil 100 hús sem á rífa á þeim þriðjungi bæjarins, gamla miðbæjarins sem hefur ekki deiliskipulagður. Já, ætluðum við að skoða myndir? Við má fá myndir núna? Nei, ekki alveg strax. Og ég held að fjárfestar hafi séð þetta hlutfall, þetta háa hlutfall niður í húsa og áætlað þetta gildi bara yfir alla miðborgina og þess vegna fóru þeir að fjárfesta út allan bæ. Og þess vegna eru svona hús út allan bæ að drabbast niður. Til að takast á þetta vandamál held ég að við verðum að byrja á því að viðurkenna að rót vandans liggur meðal annars í deiliskipulaginu sem er í gildi. Það er deiliskipulag sem gerir ráð fyrir svona miklu niður yfir. En má kannski ekki rauninni segja að það deiliskipulag hafi fallið þegar var horfið frá því að rífa Laugaveg 4-6. Þá hafi það deiliskipulag í rauninni verið, borgin hafi sagt að... Já, við getum sagt því samt við Laugaveg 4-6 að það sé í fyrsta skipti sem borgin hafi komið í veg fyrir skipulagslys en ekki horft upp á það gerast. En vandamáli við deiliskipulagi velst ekki síst í því hvað er mikil lóðasameining sem er í gangi þarna. Og það er ekki bara samkvæmt verndunarsjónum, en það er samkvæmt byggðamynstri. Það verða eyðileggja byggðamynstri sem er hana fyrir í miðbænum og það verða sameinast 6 hús, 7 hús, 8 hús, 10 hús og búa til eina bygging í staðinn. En við verðum að fara að skoða þessa myndi, sjáum hvað þú tekið saman. Já, ég ætlaði nú að tala spáverð. Þetta er eitt af því sem heldur gamla bænum í gíslingu. Þarna á skjánum sjáum við hús á Þórsgötu. Þetta er 60 fermetra lítið timburhús og það er sett á það 70 milljónir. Þarna, þetta kemur algjörlega veg fyrir það að þetta hús mun nokkuð til að vera gert upp eins og er. Þetta er bara byggingareitur sem kemur til að vera hana ókomin ár. Það til að verða byggt hana stórhýsi. Og við getum líka, við reiknum þetta út lauslega að inn í þessari 70 milljóna króna tölu, þá er í rauninni varla neitt gróði fyrir byggingana, samt sem áður. Sá sem er búinn að fá hugdettina því að byggja hana, hann alltaf heyrði allan góðan. Þetta er annað hús? Þetta er hús á Vesturgötunni og þið sjáuð að verðið á því er 150 milljónir, þetta er 190 fermetra hús. Við erum að tala að fermetrin í þessu húsi kostar 750.000. Þetta kemur algjörlega veg fyrir það að þetta hús verður gert upp eins og við sjáum hérna á þessari mynd sem Snorri Freyr teiknaði. Það mætti gera það svona? Svona ætti þessi gata líta út. Þetta er Vesturgatan, þetta er Vesturgatan Bræðraborgar. Já, þetta er í rauninni Djásn Reykjavíkur, þetta er eina allra heilugasta 19. aldar götumynd sem við eigum. En þetta er, menn vilja setja svona hátt verða þetta bara til þess að geta rifið þetta og byggt. Já, svo sjáum við þarna núna, þetta er hús á Frakkastíg og ég er að tala um gráa húsið sem er fyrir aftan Rauða húsið. Þetta hús er búið að stórskemma þarna og er ekki svipað hjá sjón. Þarna er hins vegar búið að gera þetta hús upp og búið að hanna viðbyggingar á hækkun og allt í samræmi við húsið. En á sama tíma þá sjáum við
skulum aðeins fara tilbaka aftur tilbaka, hún flytur sér á mikil. Á sama tíma búið að byggja þessar hroðalegu blokkana. Og þetta sem sagt athafnamaður sem gerði upp þetta hús á sinn kostnað vegna þess að hann treysti á það að þessi umhverfisgæði sem hana fyrir í miðbænum myndi halda sér. En þegar þessi blokk byggðan í bakgarðinum, þá þessi umhverfisgæði tekin frá honum. Og þessi maður hrökklaðist í burtu og núna þetta hús í algjör óvissu. Þarna deiliskipulag sem vinnur gegn athafnamönnum, góðum athafnamönnum getum við sagt. Sem vilja gera bænum vel. Ef við höldum áfram þá sjáum við... Deiliskipulag geta verið mjög ruglandi þegar við erum að skoða og þetta sem sagt mynd, svona þrívítar mynd nokkurs konar sem við hönnuðum upp úr deiliskipulag til þess að sýna hvað væri í rauninni í pípunum í kringum húsið Vínberið. Það var búið að leyfa sem sagt að byggja hana hæð ofan á Vínberið sem átti að taka við hana alveg í toppinum húsinu. Þetta náttúrulega bara skrípaleikur. Það sem verið að stefna á eins mikið nýtingar. Já, það náttúrulega. Menn vilja nýta... Og náttúrulega gera eins ódýra byggingar hægt. Og ódýra sem við höfum náttúrulega séð niður í miðbæ. Það er náttúrulega það sem hefur eyðilagt mikið fyrir. Já, hérna hins vegar sjáum við mynd af mögulegri uppbyggingu. Þetta er svo kallar listaháskólareiti núna. Þetta er mögulegri uppbygging á sama reit. Við erum með sama byggingamagn og þarna sem sagt fær húsaröðin við Laugaveginn að halda sér. Þannig að þarna erum við að tala einhvers konar sátt á milli mismunandi sjónarmiða. Þið eru ekki að boða algjöra friðun heldur að það verði setta reglur að það eigi að byggja í ákveðnu stíl? Það verði setta reglur það að það verði gæði og það að húsin falli vel að heildarmynd götunnar. Það þarf að bara vera á hreinu. Og það hefur því miður ekki verið svo skýrt eins og við sjáum þarna þessar mynd stóra húsið hérna sem á að byggja þarna á horninu þar sem einu sinni var skífuverslun. Já, þetta sem sagt Laugavör 33-35. Þarna er þetta sem þú varst að tala um, þarna er búið að taka mörg lítil hús og byggja eitt risastórt hús í staðinn. Þetta eru 6 hús eða eitthvað. Þetta eru 5 lóðir, þetta eru 7 sjálfstætt hannaðar byggingar sem fara þarna undir 1 hús. Þetta hús er út af fyrir sig ekkert slæmt og myndi sóma sér ágætlega annars staðar í Reykjavík. En á þessu svæði þá er þetta bara allt of stórkallalegt. Þetta er húsaröðin eins og hann er í dag og eins og sjáu þá er þetta húsaröð sem hvaða bær sem myndi bara sjá sóma sinni að viðhalda halda í, þetta er mjög falleg húsaröð og svo næst þá getum við séð ef að við tökum tillit til deiliskipulagsins sem þegar hefur samþykkt og þess byggingamagns þá er þetta svona ein lausn sem væri þetta að gera. Það er búið að setja færa byggingamagn eða baklóð og framhúsin fá að halda sér og það er búið að gera hana mjög skemmtileg torg sem er svona kannski skortur á Laugaveginum. En þið hafið til dæmis ykkar hugmyndir, þarna eru Laugavegur 46. Og þetta er líka... Já, og þið hafið verið til dæmis með hugmyndir um það að megi halda götumyndir eða það megi lyfta húsunum. Já. Til þess að auka byggingamagn. Þetta er eitthvað sem hefur verið gert við Laugaveginn áður og hefur ekki, það er enginn sem hugsa með þessu þetta húsi sem ljótt að því þið hefur lyft. Fólk tekur ekki svona eftir þessu, þetta fellur svo vel inn í fjöldan. En þarna er hægt að samræma verslun annars vegar og húsund hins vegar með því að búa til gott verslunarhúsnæði með stórum gluggum og góðu aðgengi en halda samt í húsin. Þau halda sinni fögur þótt að þeim verið lyft. En eins og er núna, þá er bærinn bara í herkví. Okkur finnst það, já. Við sjáum það fyrir okkur að þetta er ástand sem áttur að vara algjörlega ókomin ár nema að það verði gripið eitthvað inn í. Og hvernig á gripið? Lausnin er kannski einhvers konar endurskoðun á því deiliskipulagi sem er í gildi. Og hér eftir verði þá gerðar kröfur til nýbygginga og það verði ekki hleypt á stað eins og var kannski búið að hleypa á stað af þessu leyti hljómaleitareitnum. Svona prótektum verði ekki hleypt á stað nema að fyrir liggi hugmyndir og eitthvað sem virkar, eitthvað sem við vitum að kemur svo vel fyrir borgina og eftir að auka gæði miðborgarinnar. Þegar við fórum að hugsa svolítið fagurfræðina líka en ekki bara notagild. Ekki spurning. Þórður Magnússon, þakka þér fyrir. Þetta er alveg áhugaverð umræða sem er komin á stað miðbæinn og þarf víst að taka rækilega til hendinni. Þetta er búið í dag.